Gott fólk, verið velkomin í þátt númer 131. Það er ekki póstnúmer, ef að kíkja á það er ekki póstnúmer, ekki sjens. Póstnúmer 131 er Nokka í Stokkólmi. Það er ekki til á Íslandi. Ok, þetta er hlaðvarpið heimsendir sem heilsar ekki frá Breiðholtinu í dag. Nei, við erum stödd á Siglufirði. Útkall á Siglufjörð og útköll á Siglufirði í gær, af því að það var allt á floti í gær. Það rigndi eins og á Indlandi, bara monsúnrigning. Þú veist, ég hef verið í Costa Rica á því sem heitir regntímabilið, rainy season, og þá rignir svona dropar á stærð við fiskabúr, þið veitir, dropar bara, það rignir svakalega og það fer allt á flot. En ekki á Íslandi, þetta hef ég ekki séð á Íslandi. Kannski í mars, kannski í október, aldrei í ágúst. Þetta er eitthvað skrítið, það er eitthvað að breytast. Við skulum ekki einblína á hið neikvæða í þessu öllu saman. Mögulega er hnattræn hlýnun og einhverja veðurfarsbreytingar í loftinu, en þið veitir, við skulum ekki einblína á hið neikvæða. Við skulum bara hugsa það er allavega ekki vatnsskortur á Íslandi, þið veitir, það er ekki eins og í Norður Kína, það er vatnsskortur á mörgum stöðum í Miðausturlöndum og Afríku sunnan Sahara, það er vatnsskortur. Það er ekki eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur á hérna á Íslandi, það er nóg af vatni og það er sem sagt, það rigndi hátt í þú veist, 1000 millimetra eða eitthvað. Nei, kannski ekki, jú, ég meina, þú veist, hvað er það, meter? Það rigndi rosalega mikið í gær. Og það fór allt á flot og slökkvilið og björgunarsveitin og slökkvilið á Dalvík. Þetta var allt kallað til af því að það gaf sig einhver dæla í fráveitukerfi bæjarins og það þurfti bara að pumpa nánast með handafli vatni burt. Meiri sé að þetta hús sem ég er í, kjallarinn, já ég segi kannski ekki fylltist af vatni en við erum að tala um einhverja 10-20 cm. En þetta er allt komið á betri veg, þetta er komið til betra vega núna, það er allt, það er rignir ennþá en svona öllu minna og ég ætla að fara út á eftir í þessar 5 gráður sem er úti og þennan úða og ég ætla að hlaupa upp í fjöll af því að það er snjór í fjöllunum og ég held að það getur gaman að fara í nýju trail running, víðavangs hlaupa eða hvað heitir, fjallahlaupa skóna mína og ég ætla að prófa þá og hlaupa hérna upp í skálina, hvað heitir hún aftur fyrir ofan Siglufjörð, ég man ekki hvað hann heitir, Hvanneyrar eitthvað henni, allavega þetta er svona, þú veist, þetta er hérna, en það er ekki umræðefni þáttarins í dag, þetta er þáttur sem gæti hreinlegast breytt lífið þínu, kæri hlustandi og áhorfandi. Þessi þáttur heitir Vinnur þú fyrir peninga eða vinna peningar fyrir þig og í þessum þætti er fjármálaráðgjöf ókeypis í boði heimsenda fjölskyldunar á Patreon. Já, hún er ekki ókeypis af því að þetta er lokaður Patreon þáttur en þið sem eru ekki á Patreon eru ennþá með. Það eru nokkra mínútur eftir af þessu ókeypis efni. Það sem ég er að reyna að segja er að þetta er þáttur unnin upp úr bók sem ég var að uppgöta, vissi nú reyndar alveg af, en kannski er ég síðasti maðurinn á jörðinni til að lesa hana. Þetta er bókin Ríkur faðir, fátækur faðir, það er nörgulega til betri þýðing á þessu, Rich Dad, Poor Dad, og er eftir mann sem þekkir aðeins til Japan og heitir Robert Kiyosaki, er samt bara bandaríkjamaður frá Hawaii, held ég. Alla, bókin fjallar munin á því að vinna fyrir peninga annars vegar eða að láta peninga vinna fyrir þig hins vegar, og hann er að segja okkur í þessari bók hvernig við getum látið peninga vinna fyrir okkur þannig að við getum hætt að vinna 45 ára, skilur, eða eitthvað svona. Við skulum skoða það, við ætlum að demba okkur í þetta og þessi þáttur er bara öllu leyti tilengaður þessari bók, við ætlum að fara í gegnum þetta skref fyrir skref. Ég er ekki að fara að þylja upp bókina, þetta er ekki hljóðbókalestur, nei, ég er bara að skoða mínar glósur upp úr bókinni, hvað ég lærði af þessari bók og hvaða heilræði og ráð ég ætla að nýta mér going forward, eins og við segjum á góður íslensku. Áður við gerum það, þá er bara svona smá staðsending, bara nokkri punktar. Ég fór í lagsveiði, veiti lags, það kemur þáttur það. Ég fór með son minn Emir í lagsveiði, veiti lags, það kemur þáttur það.
í mynd og þetta svona, þú veist, fyrir ykkur foreldra ykkur langar í veiði en þið getið ekki af því þið eigið barn. Nei, takið bara barnið með. Ég gerði það fyrst þegar Emil var 7 mánaða, ekkert mál, bara kengurupóki framan á brjóstkassanum og bara, þú veist, bara fish away sko. Sama með fjallgöngur og útilegur. Mér langar að gera þetta allt saman en ég geta það ekki af því ég fæ ekki pössun. Nei, taka bara barnið með. Auðvitað maður ekki að fara að veiða alveg jafn mikið og maður kannski aðeins þreyttar í bakinu eftir á, en öllu jafna allan sonur minn, hann bara sofandi þegar við erum í veiði og þegar hann vakandi þá hann bara að leika sér í grasinu að skoða plöntur og blóm. Þannig, og þú veist, og þegar börn eru svona lengi úti, mikil útivist og mikið af góð lofti og svona mikið af litum, mikið af hljóðum og eitthvað svona, þá verða þau mjög þreytt og sofa mjög vel. Þannig að þetta er eiginlega frábært sko, að taka börnin í veiði og göngur og annað slíkt. Önnur staðsending, ég meina ég er á Íslandi, það er síðu sumars, ef sumar má kalla, það er hérna ágúst og það er vika í að ég fari til Japan og eins og ég hef sagt ykkur áður þá ætla ég að taka upp myndbandsþátt í Japan. Ég er að fara að sigla Japan á skemmtiferðaskipi í mánuð. Þetta er vinnuferð og ég ætla að taka myndavélina með og gera myndbandsþátt úr þessu þannig að þið getið séð hvernig það er að búa á skemmtiferðaskipi í Japan. Og já, kannski síðasta punktur sem kemur líka í veiðiþættinum. Þú veist, ég fór í svaðilför á Snæfellsnes og fór í veiði og veiddi rosalega vel og vatnasvæði Lísu, geggjasvæði, veiddi alveg eins og bara, þið veitir, MF og sko fullt af fiski en það var rosalegt rók og til að gera langa sögu stutta þá vorum við 7 saman þegar við fórum að sofa og svo vaknaði ég einn af því að hinn tjöldin dóu það er bara, hinn tjöldin brotnuðu, þau fjöllu saman og mitt tjald það stóð eftir, það bóknaði aðeins en allt í lagi með það samt. Þannig að þegar ég vaknaði á morgunin þá voru allir aðrir farnir, þeir bara tóku saman og bara pökkuðu saman og hentu tjaldin í ruslið og fóru bara og keyrðu bara í bæinn, nennti þess ekki af því að þetta var stormur. 12. ágúst stormur enn og aftur, þetta er kannski eitthvað nýtt. En hvað það? Þetta er svona bara stutt staðsending, ég ætla ekki að hafa þetta lengra því að þessi þáttur er tilengaður þessari bók. Nú skulum við skoða hvort að þú vinnir fyrir peninga eða hvort að peningar vinnir fyrir þig. Sko, ég las þessa bók. Ég hlustaði reyndar á hana, hljóðbók. Það er allt í lagi. Mér finnst það gott að hlusta á hljóðbækur þegar ég er að hjóla í vinnuna. Ég hjóla í vinnuna og vinna mín er að vera leiðsögumaður sko. Þannig ég hjóla niður á Skarfabakka að taka mátu þessum skemmtiferðaskipum. Og þú veist, það er náttúrulega eiginlega bara besti partur dagsins að hjóla meðfram sjónum og hlusta á hljóðbók. Hvað með það? Ég hlusta á þessa bók og ég ætla ekki að segja ykkur, þú veist, eitthvað Robert Kiyosaki, hann fæddist 1950 í Hawaii og pappan sem frá Japan og eitthvað svona, það skiptir ekkert öllu máli. Þessi bók er basically gaur sem átti 2 pappa, nei, þeir voru ekki samkynhneigðir. Þetta er meira þannig að hann átti pappa sem var fátækur og svo átti hann vin og pappi vinarins hann var ríkur. Þannig að þessi gaur, hann lærði rosalega mikið frá pappa vinar síns og þess vegna kallar hann þetta Rich Dad, Poor Dad. Ég átti 2 pappa, annar var ríkur, hinn var fátækur. Og hann er basically að lýsa þessu sem muninum á því að vinna fyrir peninga annars vegar og að láta peninga vinna fyrir sig hins vegar. Og ég hugsa að besta leiðin til að útskýra þetta er bara að skoða mitt eigið líf. Hvenær vinn ég fyrir peninga? Hvenær vinna peningar fyrir mig? Ég sem verkfræðimenntaður maður tók þetta náttúrulega saman og setti upp í töflu. Það að vinna fyrir peninga þýðir
að ef að ég er ekki að vinna þá koma ekki peningar. Og gott dæmi og svona kannski besta dæmi þetta er þú opnar kaffihús og þú ert sjálfur eða sjálf eða whatever að vinna þar. Ef að þú ert ekki að vinna þá gerist ekki neitt. Líka, þú veist, tökum þessi dæmi. Hvernig er þetta í mínu lífi? Ok, hvenær er ég að vinna fyrir peninga? Númer 1, leiðsögumennska. Þegar ég er leiðsögumaður þá er ég að vinna fyrir peninga. Ég mæti 7:00 og ég fer heim 7:00 eða eitthvað, 12 tíma dagur, whatever. Ég vinn fyrir peninga. Ef ég mæti ekki þá fæ ég ekki peninga, en ef ég mæti þá fæ ég peninga, en það þýðir líka að ég þarf þá að vinna fyrir þessa peninga. Þetta er bara mjög, þú veist, auðvitað er 95% af öllum vinnum er svona. Við mætum, við fáum peninga. Ef við mætum ekki, ef við vinnum ekki, þá fáum við ekki peninga. Stundum vinn ég í stafrænni markaðssetningu. Ég er bara verktæki að vinna fyrir fyrirtæki í stafrænni markaðssetningu. Þetta er voða þægilega svona innivinna, tölvuvinna. Ég get unnið þetta í Japan, ég get unnið þetta þess vegna í flugvél, sko, bara hvar sem ég er með tölvu. En ef ég vinna ekki þá fá ég ekki peninga, skilur. Þetta er, þú þarft að vera ekki á staðnum, en þú þarft að vinna tímana, einhvern ákveðin tíma. Ok. Leiklist. Öll mín leiklistarvinna er að vinna fyrir peninga, nema þegar ég leik í auglýsingum og gerður er birtingarsamningur til 1 árs sem síðan endurnýjast, jafnvel aftur og aftur. Ég hef lent í þessu allavega 2 svar að ég leiki í auglýsingum, það kemur einhver eingreiðsla fyrir 1 ár birtingu og svo á þetta bara klárast. Og þetta er svona bara hliðarnóta, sko, fyrir þau eitthvað sem eru leikarar hérna. Ef að það er eitthvað sem er svona ótímabundið, þar að segja birtingin á þessu er ekki bundin í tíma, bundin við tíma. Það er bara, þú veist, við bara gerum þetta og svo ætlum við bara að nota þetta endalaust. Ef það er þannig, þá er bara að gera hlaupaburt, segja nei. Jafnvel þó þau bjóðu ykkur 1 milljón eða 2 milljónir, ég myndi aldrei gera þetta. Þetta er ekki gott, af því að þá er bara andlitin ykkar bara, þú veist, að keyra bara inn viðskipti til þessa fyrirtækis til æviloka, skilur við, ef að þau vilja gera það þannig. Þannig að það er mikilvægt í þessu öllu saman að hafa einhvern loka tíma. Oftast er samið til 1 árs og svo er framlengt 6 mánuði eða 1 ár, eða bara 6 mánuði og svo aftur 6 mánuði. Þannig að núna daginn þá er ég bara að fá skilabóð frá Japan. Hörðu gamli, hérna, auglýsingin sem þú lékst í 2022, við erum aftur á framlengjana og við ætlum að borga þér 50 skall. Er það í lagi? Þú veist, já, fínt, 50 skall bara fyrir að gera ekki neitt, sitja á raskatunni, það er bara fínt, gjörðu svo vel. Þannig að, þú veist, þannig er ekki peningar að vinna fyrir mig, en einhver svona vara sem ég er búin að ljá andliti mínu til heldur áfram að rúlla. Þetta er svona smá á gráðusvæði, þess vegna sett ég þetta í þennan hérna, flokk. Og svo síðast en ekki síst rannsóknarstyrkir. Ég er oft að vinna einhver verkefni þar sem rannsóknarstyrkir frá Rannís eða tækniþróunarsjóði eða jafnvel sviðslistastyrkir koma inn í, og þetta er bara sama. Ég þarf að vinna vinnuna, annars fæ ég ekki styrkin, eða annars get ég ekki skila lokaskýrslu, annars þarf ég að skila styrknum tilbaka. Þú veist, þannig að þetta eru staðirnir þar sem ég vinn fyrir peninga. Nú, hvenær vinna peningar fyrir mig? Kæri hlustandi, ef þig langar að vita hvernig ég ráðstafa mínum fjármunum, hvernig ég fjárfesti í hlutabréfum og Bitcoin, ef þið langar að vita hvernig Robert Kiyosaki gerir þetta allt saman, ef þið langar að vita hvernig bókin Ríkur pabbi fátækur faðir breytir lífiðinu, þá skaltu koma inn á Patreon og skrá þig. Það kostar ekki neitt í 7 daga, það er ókeypis í 7 daga, eftir það kostar það litlar 700 krónur á mánuði. Komdu á patreon.com/heimsendir, sjáumst þar. Takk fyrir að hlusta og Guð blessi þig.